Björg Eva Erlendsdóttir og Óli Björn Kárason verða gestir okkar í kvöld en þau ætla að fara yfir viðburðaríka fréttaviku. En við byrjum á fréttunum. Björg Eva og Óli Björn eru sest hjá Sigmari. Verið velkomin bæði. Takk. Fæ ykkur hérna sem gamal reynda frétta og blaðamenn til margra ára. Ef við byrjum kannski á þér, það var náttúrulega verið að samþykkja ríkisábyrgð fyrir Icesave í dag. Var þetta svona, var þetta fyrirsjánlegt hvernig þetta fór á endanum í dag? Var eitthvað óvæntið þetta? Mér fannst það fyrirsjánlegt. Ég átti von á því að þetta myndi enda einmitt svona. Mér fannst það alltaf mjög viðblasandi. Framsóknarmenn voru nú mjög skýrir það lengi. Að það yrði ekki neitt 63-0 og þeir þyrftu bara ekki að taka þátt í þessu. Sjálfstæðismenn aftur á móti þessi hjásetta, hún nú svolítið svona rannsóknarefni. Hvað þeir meina með því. Annað en að vilja bara ekki taka ábyrgð. Ég veit það ekki alveg hver hugsunin á bakvið alla þessa fyrirvaravinnu og sitja svo hjá. Er það ekki svolítið skrítið, Óli Björn? Að þeir knýja kannski í gegn ákveðna fyrirvara? Já, ég meina, er ekki hugsunin á bakvið það að taka þátt í þeirri vinnu að búa til fyrirvara við gjörsamlega ómögulegt mál. Vegna þess að máli var auðvitað þannig í upphafi. Við mögum ekki gleyma því hvernig málið lagt fyrir í upphafi. Í upphafi leggur fjármálaráðherra fram frumvarp ríkisábyrgð á Icesave samningunum og hann ætlaði ekki að leggja einu sinni Icesave samningana fram á þingi, ekki að lofa þingmönnum að kynna sér þá, né almenningi. Og menn áttu bara að afgreiða þetta eins og hvert annað afgreiðsluerindi frá framkvæmdarvaldinu. Það var komið í veg fyrir það og menn byrjuðu að reyna að svona sníða mestu agnúana af þessu og koma í veg fyrir alveg stórkostlegt slys. Ég held að það við tekist, en það var svona varnarbarátta sem að því miður hefði ég hefði sjálfur vilja fella samningin, hefði talið það eðlilegt að alþingismenn hefðu sameinast það allir í hvaða stjórnmálaflokki sem að vísa málinu aftur til ríkisstjórnarinn og segja þessi samningur ónýtur. Þessi samningur þannig að íslensk þjóð getur aldrei sætt sig við hann. Þið hafið ekki unnið ykkar heimavinnu. Nú verðið þið að fara tilbaka, vinna ykkar heimavinnu og svo skulum við sigla í gegnum þetta með ykkur allir sem einn. Hvað áttu vona að gerist núna í framhaldinu? Bretarnir og hollendingarnir, þeir bíða á kantinum og sjá núna fyrirvaran á samningin. Þetta mál ekkert úr sögunni. Nei, og það hefði heldur ekkert orðið úr sögunni þótt að allir þingmenn sem einn hefðu sagt við viljum ekki borga og viljum ekki taka ábyrgð og allt það og þetta með hvernig sjálfstæðisflokkurinn heldur á þessu núna. Nú voru þeir sjálfur byrjaðir að semja í síðustu ríkisstjórn. Núna segja þeir að það hefði bara verið minnisblað og skrifað undir miklum þrýstingi. Þrýstingurinn í þessu máli, hann hefur alltaf verið mikill og hann ennþá mikill. Og hann verður áfram mikill. Já, en þú mátt ekki gleyma því að það minnisblað sem þú ert að tala auðvitað gert og þar auðvitað sagt að samninga skuli gera með hliðsjón af óvenjulegum aðstæðum sem eru hér á Íslandi. Og það alveg ljóst að þeir samningar sem síðar voru gerðir undir forystu Steingríms J Sigfússonar og Svavars Gestssonar tóku ekki tillit til þeirra óeðlilegur og óvenjulegu aðstæðna sem eiga sér ekki hliðstæðu líklegast á Vesturlöndum. En hvað var í þessu minnisblaði sem að... Nei, ég meina, sko, menn geta auðvitað farið í gegnum það. Nei, af því að það var búið að tala ákveðna vexti sem voru mun hærri heldur en síðar. Þú veist, herðu, menn geta hengt sig í einhverja vexti sem að voru En það var þannig, Óli, þá var verið að tala hærri vexti og styttri afborgunartíma, styttra í en. Já. Þá voru vextir og alþjóðamörkum. En var ekki sá samningur, eða voru ekki þær forsendur, eða voru ekki þær forsendur sem menn voru að gera sér þetta minnisblað? Var það ekki verra heldur en samningur sem nú kom? Ég held að menn hafi gert mistök að undirrita þetta minnisblað, að fallast á það, að leita pólitískara lausna án þess að hafa fyrirvara að við ættum þann möguleika að leita lögfræðilegra úrlausna á málinu. Það er að segja að við ættum að geta að leita úrlausna fyrir dómstólum ef okkur sýndi svo. Það eru auðvitað mistök sem gera. Það réttlætir ekki. Þá ömurlegu samningar sem voru gerðir hér. Og það sem mér þykir ámælisvert á Alþingi 3. júní
segir Steingrímur J. Sigfússon þegar hann spurður beinnar spurningar að Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, formanns Framsóknarflokksins, hvort að nú séu gangi samningaviðræður við Breta og Hollendinga eða þær séu að fara af stað. Og þá segir Steingrímur J. 3. júní, nei. Þegar að þær fara af stað, þá verður haft fullt samráð við Alþingi í þeirri samningagerð. 2 dögum síðar Svavar Gestsson búinn að undirrita samningana. Það segir við mig, segir mér, að menn hafa kastað til hendinni. Við skulum leyfa Björg að koma að stað með þetta. Það náttúrulega hægt að gagnrýna mjög hvernig haldið var á þessu af hálfu ríkisstjórnarinnar hlýtur að vera vegna þess að menn átti ekki að fá að sjá samningin, vegna þess að það var svona ákveðin leyndarhjúpur yfir þessu. Og það búið að fara yfir oft og mörgum sinnum að þetta þurfti að fara inn á Alþingi, það fór inn á Alþingi, menn fóru að vinna í þessu saman. Og svo endar þetta þannig núna að ábyrgðina á því taka ekki allir þeir sem tóku þátt í þeirri vinnu og mér finnst svolítið eins og menn gleymi fortíðinni algjörlega og ég alveg viss að þetta minnisblað, það að segja gott og vel það voru mistök en þetta var samt og það minnisblað hlýtur að hafa verið áfram til og allir þeir sem núna segja bara það væri best að segja bara nei, allir segðu nei bara og byrja upp á nýtt. Hvernig þá og hver hefur bent á að það sé hægt að fá betri niðurstöðu út úr því? Við skulum aðeins að líta til framtíðar líka í þessu. Hvað gerist núna heldur við? Skiptir það máli til dæmis? Hvað gerist núna? Núna fá Bretarnir og Hollendingarnir tækifæri til þess að skoða þetta og gera það. Finnst þér þá best að Bretar og Hollendingar eins og Þór Saari sagði í kvöld að honum þætti bara ágætt ef að Bretar og Hollendingar yrðu brjálaðir? Já, ég meina, sko, ég held að það sé rétt að í raun nýjan samning að ræða. Fyrirvararnir sem búið að gera í þessari ríkisábyrgð eru svo miklir, eru svo víðtækir að í raun stendur ekki steini við steini í þeim samningi sem var gerður og undirritaður 5. júní við Breta og Hollendinga. Ég held að það sé bara ekki hægt að deila það. En af hverju stóðu þá sjálfstæðismenn ekki að þessu ef að þeir eru búin að breyta málinu svo mikið að þeir vilja til dæmis ekki fella það og vilja trúlega að þetta fari í gegn svona? Ég meina þeir tóku þetta þátt í þessum breytingum og vilja ekki Þeir kalla þetta nýjan samning, þeir gera það. Já, en ég meina samningurinn hins vegar á ábyrgð ríkisstjórnarinn og ríkisstjórnin verður auðvitað að axla þá ábyrgð og ríkisstjórnin getur ekki hent þeirri ábyrgð yfir á einhver aðra. Þannig að sjálfstæðisflokkurinn þá í þessu tilfelli, hann að hugsa ábyrgð sem hann þarf ekki að taka. Finnst þér hann hafa starfað með þeim hætti? Það finnst mér nú ósanngjarnt að finna. Nei, ég er að reyna að skilja það. Það er nú ósanngjarnt, sko. En við skulum sjá, af því að mér langar að komast yfir fleiri mál. En þú ert mjög heitur í þessu máli. Já, ég er mjög heitur. Ég held að þetta auðvitað eitthvað stærsta mál sem við höfum glímt við. Ég tel að við séum búin að gera alveg stórkostleg mistök. Ég tel að við eigum ekki í prinsipinu, eigum við Íslendingar sem skattborgarar og börnin mín, eiga ekki að axla þá ábyrgð sem að einhverju fjárglæframenn stunduðu hér viðskipti fyrir einhverju mánuð. Það bara kemur ekki til greina. En viltu þá að Hollendingar og Bretar bara segi nei við þessu? Ég segi, skilaboðin sem menn eru að senda að einstaklingar sem stunda viðskipti að þeir þurfi að geti sent ábyrgðina á sínum viðskiptum og viðskiptaháttum yfir á skattgreiðendur eru ekki þau skilaboð sem ég stend fyrir sem hægri maður. Nei. Það annar mál sem kannski minna en var nú eiginlega meira talað í vikunni. Það var Sigmundur Ernir og óviðeigandi framkoma hans á þingfundi sem hann síðan baðst afsökunar á. Hvað fannst þér það? Sennilega mátulega lítið mál til þess að fólk gæti talað það svona lengi. Ég myndi segja að þetta hafi verið mjög mikill stormur í rauðvínsglasi og ég veit það ekki, ég get ekki ímyndað mér að fólk muni þetta til lengdar. Þótt þetta hafi verið frekar pínlegt fyrir Sigmund Ernir, auðvitað. En í hvaða stöðu er hann? Hann segir fyrst að hann hafi ekki verið að drekka, síðan þarf hann að draga það tilbaka og er hann þá var kannski komin varðstæðum eitthvað annað heldur en þá yfirsjón að hafa mætt undir áhrifum í ræðustól? Ég veist að ég segi bara pass nánast. Auðvitað er alveg ömurlegt ef að þingmenn ekki að segja satt. Nei. Það er slæmt og hann hefði bara strax átt að viðurkenna að hann var í þessu glasi. Já.
Hvað segir þú við þessu? Sko, Simmi er gamall bekkjarfélagi minn úr Menntaskólanum á Akureyri og við brölluðum ekki saman og margt af því verður ekki sagt opinberlega og við erum líka vinnufélagar þannig að þú veist þetta svona snertir mann þegar hann gerir þessa skissu, vissulega gerir hann þessa skissu og hann gerir tvennt, hann neytir áfengis og fer upp í ræðustól og síðan svona reynir hann að snúa sér út úr þessu með einhverjum svona vafasömmum hætti og gerir það ekki mjög skynsamlega. Ég hins vegar var þingfréttaritari Morgunblaðsins fyrir heldur mörgum árum, aldarfjórðungi eða svo og Sigmundur Ernir er ekki fyrsti þingmaðurinn sem hefur stigið drukkin í ræðustóla Alþingis. Ráðherrar hafa gert það og þingmenn. En valla er það eitthvað skárra, er það? Nei, en ég meina það sem hjálpaði þeim á þeim tíma er að það voru ekki stöðugar myndavélar, það voru ekki til upptökur, það var ekki YouTube og það var ekki til blogg og svo videre og við sem þessi fáu sem sátum þarna og vorum að fylgjast með störfum þingmanna, okkur datt aldrei í huga að greina frá því að einhver væri undir áhrifum áfengis. Þetta hlýtur að vera fréttaefni, almenningi kemur þetta allt saman við, ég meina, finnst þér að hann þurfa að ganga svo langt að segja af sér? Mér finnst bara eiginlega ekkert þetta. Ég verð að segja það, mér finnst alveg rosalega lítið þetta. Mér finnst þetta vera frekar smátt mál en leiðinlegt út af því hann sagði ekki satt. Að fyrst og fremst finnst mér það leiðinlegt út af því. Mér finnst líka svona tölvupóstsendingar og sko eitthvað rugl í einstökum þingmönnum sem verða sér til skammar. Mér finnst það ekkert sérstaklega spennandi. Nei. Við kunum tala næst niðurfellingar á skuldum almennings. Núna gerist það í vikunni að Íslandsbanki, kom frétt það að Íslandsbanki væri að hugleiða það að fella niður hluta af húsnæðislánum almennings, bæði á verðtryggðum lánum og myntkorulánum og bjóða upp á óverðtryggð lán í staðinn. Og þannig er svona í raun og veru einn banki að ganga miklu lengra heldur en að ríkisstjórnin hefur viljað ganga. Hvernig líst þér á þetta? Ef að bankar fara að afskrifa lán til almennings, þá ég á bara eftir að sjá hvernig þetta allt saman er hugsað. Það mun koma til einhverja meiri aðgerða til þess að hjálpa fólki sem er í verstri klemmu og vonandi þá verður það útbúið þannig að þeir sem virkilega þurfa á því að halda að þeir mun njóta þess. Vegna þess að það er nú einu sinni þannig, hvað sem allri hægri stefnu líður og hægri mönnum finnst ekki að þeir eigi að senda reikningin á skattgreiðendur en þeir hafa bara gert það. Því miður og þar er reikningurinn og hann hverfur ekkert þótt fólk segist ekki að ætla að borga. Og þessi vondur ráð sem hafa komið núna frá hinum og þessum spekingum sem eru að vekja hjá fólki einhverja falsvonir að það sé bara að neita að borga og þá hverfi vandamálið. Það hlýtur að vera mjög vont og hvað bankana áhrærir þá finnst mér mjög ótrúlegt að þeir ætli að fara að búa til einhverja velferðarpakka fyrir skuldpíndan almenning. Ég hef ekki trú á því. Þá væri þeir minnst hvort farin að vinna einhvern veginn allt öðruvísi en fjármálastofnanir hafa gert hingað til. Sem væri að vísu mjög gott. Þetta er svolítið merkileg staða. Íslandsbanki byrjar á þessu, það setur eitthvað þrýsting á Landsbanka væntanlega og Kaupþing og svo Íbúðalánasjóður þarna líka. Ég meina þetta getur leitt til þess að skuldarar, húsnæðiseigendur, að þeir fái svona mismunandi fyrirgreiðslu eftir því hvað þeir eru í viðskiptum. Já, ég held að vísu að Kaupþing hafi líka verið að þróa eitthvað svipuðum hætti, eða ekki alveg með svipuðum hætti. Ég bara fagna þessu. Mér finnst þetta vera mikið fagnaðarefni að Íslandsbanki skuli taka af skarið, vegna þess að það er alveg ljóst og við þurfum að hafa það í huga. Það eru 8 mánuðir síðan að þessi ríkisstjórn tók við völdum. Og það eru 8 mánuðir síðan að það var lofað að hér við gripið til ráðstafana til að hjálpa hér fólki sem glímir hér við stórkostlega erfiðleika. Og þessir erfiðleikar eru bara vaxa og vaxa. Bankarnir eru þetta í snertingu við sína viðskiptavini á hverjum einasta degi og þeir skynja að þetta fólk á í erfiðleikum. Og hvað viltu gera þegar þú ert að sinna þínu viðskiptavinum? Jú, þú vilt koma til móts við og þú vilt hjálpa þeim. Vegna þess að það eru þínir hagsmunir, hagsmunir þínir sem banka, að viðskiptavinuðinn geti staðið í skilum og þess vegna viltu búa til eitthvað það kerfi, vegna þess að stjórnvöld er ekki að gera það.
Og ég satt nú og hlustaði á Árna Pál hér í Kastljósi í viðtalið við hennar Jóhannu. Ég skildi ekki eitt einasta orð sem hann var að segja. Hvað var maðurinn að segja? Eina sem var ljóst að hann veit ekkert til hvaða ráða hann ætlar að grípa á næstu mánuðum. Ekki alveg sannleiksbrotur í þessu að stjórnvöld hafi ekki viljað gefa út negin fyrirheit það að það verði einhver almenn niðurfelling á lánum fólks og ég meina nokkuð almennt nú lítið svo á að flestir eru nú þolendur í þessu hruni en ekki gerendur. Þá fer allt í nú boltinn á staðinn í bönkunum. Er þetta ekki sjálfur sér bara ákveðin áfellisdómur yfir stjórnvöldum, ríkisstjórninni? Sko, miðað við það að bankarnir hugsi svona og eins og þeir náttúrulega eiga að gera viðskiptavinnina, þá hefur þeir náttúrulega átt að haga sér svona frá upphafi hrunsins í staðinn fyrir að ganga mjög harkalega að fólki sem þeir gerðu lengi framan af og var mjög mikið talað. En það er aðgerðir sem þarf að gera. Það er byrjað á þeim en þær hafa ekki að öllu leyti heppnast og mér skilst nú að ríkisstjórnin hafi svona að einhverju leyti viðurkennt það. Það þarf meira, miklu meira og örugglega verður unnið í því. Og fólk þarf að bíða núna í minnst ákvæmst 1,5 til 2 mánuði eftir að það gerist eitthvað. Vegna þess að það var það eina sem Árni Páll sagði hér í Kastljósi á miðvikudag, var það ekki? Að það yrði lagt fram frumvarp einhver tíman í byrjun næsta þing sem í október. Það tekur einhverja vikur. Þannig að í nóvember, desember hugsanlegt að fólk sem núna í vandræðum en sér hins vegar kannski úrræði með tillögu Íslandsbanka eða þessum Kaupþing að bjóða upp á, getur hugsanlega að bjarga sér og unnið sig út úr erfiðleikunum. Það þarf að bíða fram í desember en þá það bara dautt. Já, það deyja ýmsir í þessu hruni og auðvitað það er alveg ferlegt, en það var eins og í upphafi hrunsins. Þá var líka verið að bíða eftir allavega aðgerðum þeirra stjórnar sem þá var og þá höfðu bankarnir svolítið svigrúm til þess að vera svona mildara mannin heldur en þeir voru, en þeir voru það bara ekki. Já, það er til svigrúm í því kerfi sem örugglega meira heldur en hefur verið nýtt. Við skulum sjá hvernig þetta þróast, við eigum eftir að ræða þetta miklu meira á næstu vikum og mánuðum trúi. Takk hérlega fyrir að koma.